Komið sælblessuð, velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér er Gunnar Smári Egilsson. Já, stór dagur í dag. Nýr meirihluti barinn saman og kynntur út í Viðey. Hvernig líst þér á þetta? Mér finnst bara kom allt í einu eitthvað. Tilkynning eftir, bara rétt og eftir á að vera kynning. Þannig að þetta fór svolítið leint. Já. Og ég sá að með voru að hvar er Hildur, eitthvað svona stemming eins og hún væri týnd. Já. Og sá fyrir sér að hún væri kannski að flótta einhvers staðar með gerfiskegg og blá gleru eða fara upp í flug til Indlands. en svo kom þetta bara allt í einu. Finnst þið það ekki? Það var enginn að tala um þetta í gærkvöldi. Nei, mogginn var með kvíðakast í morgun sá ég eldsnemma þegar ég las hann að þeir voru vonast til þess að hún myndi dansa með miðflokknum og voru eiginlega hvetjana til þess að fara í dans með miðflokknum. Þegar það skrifa það líklega svona kannski kl. 9 í gærkvöldi, þá telja þeir sig ennþá geta stjórnaði hvað hún velur. Akkurat. En svo allt í einu mætir hún kl. 11 og það er komin sáttmáli og búið að afgreiða flest mál og hún er búin að henda beini í Ara Edvald. Akkurat. Stjórnarformur í Orkuveitunni. Sem er pólitísk kænska, las ég einhvers staðar. Já, hann var svona góðan. Já, ef hann þykkur þetta þá verður hann að verður miðflokkurinn að má ekki vera óþekkur, þá er þetta bara að tekja af honum aftur. Því þetta skipta út hvernig sem er. En af hverju var miðflokknum ekki boðið upp í þennan dans? Er þetta klúðrið hjá Snorra að hafa talað eins og hann talar að fólk vill ekkit vinna með flokki? Ég held að þessi einhverjum í Sjálfstæðisflokknum sem meta miðflokkurinn sé bara of mikið vesen. Hann er náttúrulega svona þetta er svona sveiflóttur flokkur og svo sá maður að í kosningabaráttunni Ari þurfti svolítið að þvo hendur sínar af Snorra og félögum. Og kannski er svona 6% stig að fylgi miðflokksins svona þetta sem að Snorri er alltaf að tala inn í og sömuleiðis Sigmundur sem er svona að helsta vandamál í Íslandi séu innflytjendur og transfólk. Ari, og svo það er náttúrulega ekki allir sem að kjósa miðflokki sem eru þarna. En vandinn hjá Sigmundi og fleiri að halda þessu saman með þessu inni því ef þetta fólk fer út og stofna sin eigin þvert að flokka eitthvað flokk að þá verður miðflokkurinn náttúrulega bara eins og Framsókn bara svona lítill flokkur þannig að þau eru að reyna að halda þessu inni og þar lendi held ég að þetta með eins og Sjálfstæðisflokkur Hildar horfið að þetta er bara ómikið vesen sko. Já, mér hefur dottið í hug þetta sé svolítið stefnumarkandi framtíð miðflokksins að þrátt fyrir að þau muni fá fylgi eins og þau hafa verið að fá og kannski vinna einhverja pirrhósarsigra svo kallaða, þá er ég ekki búin að sjá fyrir mér að það verði mikil vilji hjá flokkunum í kring að mynda með þeim meirihluta. Hvað þá ríkisstjórnar meirihluta? Það eru dæmi svona flokka erlendis að vill ekki vinna með þeim, ekki kannski fyrir að þeir eru komið bara 20+ stig. Og miðflokkurinn er það ekki það, hann fikk 11% í Reykjavík. En hann er ekki með svona stöðu eins og kannski danski þjóðaflokkurinn hafði eða svíþjóðademókratarnir sem hafa náði eða sambærilegir flokkar í Hollandi og víðar. Þannig hann er bara ekki, hann er ekki kjörfylgið og kannski mun hann aldrei náði sko. Ég átta mikið á því hvað þetta er stór hópur sem er til að fara í kjörklefa og krefja sér einhverjar breytingar á samfélaginu út af einhverju gremju hvað innflytjendum og transfólki. Ég trúi ekki að það sé einhverju sko 20% sko. Tímabundin gremjubóla sem gæti hjaðnað. Ég veit ekki. Það er mögulegt. En fannst þér þetta vel spilað hjá Hildi? Að velja þennan kost? Já, og hvernig hún er búin að vera að gera þetta? Því við vorum að ræða á þann. Ég sá í mokkanum að Jón Steinar Gunnlaugsson, sem var gamall félagi Davíðs sem að reyndar vann vinslitar á milli, þannig að þeir voru ekki vinir þegar Davíð féll frá. Hann boðar sko fjölda úrsagnir úr Sjálfstæðisflokknum út af þessu. Af því að þetta sé svo mikil svífirð að Hildur hafi ekki hlýtt algjörlega skýrri niðurstöðu kosninganna. Og þá er það líklega það þessi 11% eigi að stýra því hvað eru meirihlutin. En það gleymist að sko var ekki Viðreisn með sambarlega eða eitthvað aðeins minna fylgi og ég held að meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar sem er fleiri atkvæða bak við sig heldur en meirihluti Sjálfstæðisflokks og Miðflokks. En er þetta ekki alltaf skemmtilega leið til þess að fagna kosningasigri að hvetja fólk til þess að segja sig úr flokknum í stórum stíl og spá því? Mér finnst náttúrulega svona kallar oft mjög skemmtileg sko. Þetta er svo kostulegt sko.
til dæmis ég óska bara Hildi og þeim öllum velfarnaðar eins og maður gerir á svona degi, það myndu eitthvað ríkisstjórn fyrir hvað ætlar að segja eitthvað, ég sé bara dauðan og djöfulinn í þessu, það Þú ætlar ekki að vera Jón Steinar í dag? Nei, ég meina og það bara þannig að stundum það þannig að fólk vex með verkum sínum og stöðu sinni stundum sjaldnast gerir það kannski en svona þegar fólk að hefja meirihlutasamstarf að standa eitthvað staðar og óska öllum í illfarnar Þú þarft að vera búin að tuða fyrir framan kastljósið í mörg ár til að ná þessari gremju, sko. En hvað heldur að muni breyta, sko, það sem ég hef verið það litla sem ég hef náð að skoða internetið í dag, því við höfum náttúrulega bara verið að búa til efni hérna fyrir rauðaborðið okkar, en það litla sem ég hef svona séð á internetinu, það að menn að segja að þetta muni því að tafir á borgarlínu og eitthvað svoleiðis. Nei, sko ef að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn hefur farið í það, þá þurfti Hildur að standa við það sem hún notaði í kosningabaráttunni ef maður tekur svona greiningu Gísla Martins sem hann segir, hún að tala sér þvert hug, af því að hún var búin að skoða þetta mál, hún veit alveg eins og allir sem að skoða þetta mál, segir hann, að þetta eina lausnin til þess að leysa umferðarteppuna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það að ætla að slaufa borgarlínu bara fráleitt hugmynd. Það enginn sem hefur skoðað þetta mál nema einhverju sérfræðingar á vegum Miðflokksins komist á því, segir Gísli Martin. Og segjum að Hildur sé sirka þarna, að þá með því að fara með Miðflokknum að þá hún að standa við línuna sem hún gaf í kosningabaráttunni. Ef hún fer með Viðreisn og Framsóknarflokknum sem bæði styðja borgarlínuna svona, þú veist, það hægt að gera einhver og sendir einhver vill hafa öðruvísi tré á Suðurlandsbrautinu og eitthvað svona, að þá segir hún bara, ég meina þetta bara samkomulag við flokkana sem ég með. Já, hún búin að skera sjálf á sig úr eigin snöru. Já, og ég held líka sko að hún sé þarna sko, af því að til dæmis hreinsunin á framboðslistanum, það sem losa sig Kjartan og Mörtu, sem voru svona miðflokksfólkið í þessu, finnst mér að segja að svona í skipulagsmálum, þá hún ekki að fara að gera ykkur stórkostlega breytingar sko. Enda búið að taka ákvarðanum að brjótna í líkt land og svona þéttingatímabil að stóruleiti liðið og ég held að það verði ekki svona sérstök átökumál í þessu. Nei. Það sem mun gerast að þau munu útvista öllum anskotunum, þau munu bjóða út skóla, leikskóla og sorp hirðu og selja eitthvað kannski. Nei, ég trúi nú alltaf að selja orkuveituna en það hefur verið hugmyndir og það eru ýmsar leiðir sem við getum gert selt orkuveituna. Við getum svona selt hana svona innanfrá eins og var hugmyndin á bak við rey og eitthvað fleira. Orkuveitan að selja orku til stóriðuvera í Hvalfirði. Við sjálfum sér það ekki eitthvað svona veitu þjónusta sem að þannig þau ættu að fara mjög langt í bara það sem svona nýfrjálsríkjulegar lausnir. Björg, þarna nýrótveiti kemur sem aðstoðamaður Einars og svo Einar henni við hlið þetta pínu fyndið. Já, svolítið. Hún líka með sterkari stöð en hann. Já. Samningurinn var einhvern veginn að hann yrði sko formaður borgarráðs sem að veiga meira embætti heldur en forseti borgarstjórnar. Já. Í rúmt ár, eða eiginlega bara í 1 ár. Já. Á bakvið það líklega hugmyndin að Björg kemur inn og það sé bara fínt fyrir hann að lenda svolítið áður hún tekur svona veiga mikið starf. En annars þetta bara þannig að Framsókn tekur það sem að þeim rétt sko. Ég held að Framsókn fái bara, þetta bara geta verið á lífi, fá að vera með. Kannski getur Einar einhvern veginn endurvakið pólitíska ferilsinn upp úr þessu. Ég veit það ekki. Nei. En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega drottnandi í þessu. Já. Þeir eru með 9, það ekki? Jú. Já. Sumpart hefði ég viljað, það einhver hluti mér sem hefði viljað sjá Miðflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn saman í meirihluta. Það er betri bíómynd eða að fara í bíó í kvöld. Nei, aðalega til þess að geta hort svo aftur í tíman og sagt, já, þetta það sem hefði komið út úr því. Já, hvernig
að við verðum að fá á okkur svona ultrahægri stjórn til þess að læra hvað í því felst. Já, sjá hvernig hún punkarar til þess að til að geta nota réttu orðin og réttu hugmyndirnar. Já. Þetta er svolítið svona kallt. Sjálfsagt eru einhverjir svona meirlutar, þú færð að sjá þetta í Reykjanesbæ. Já, þar eru þessi til flokkar saman. Já. Og þeir ætla ekki að gera fleiri samninga móttöku hælisleitenda. Nei. Ég held að það sé reyndar það sem allir hefðu gert, því að það voru bara það voru of margir það bara komið öðrum sveitarfélögum að axla einhverja byrðar. Já. Þannig ég held að í sjálfum sér þetta er svo svipað með þéttingastefnuna. Ég vil ekki meiri þéttingu, en það er eiginlega búið, það er eiginlega ekkert eftir. Þannig að ég veit ekki. Nei. Stundum eru svona sveitarstjórnarmál í smærri byggðarlögum svolítið sérstök. Getur verið alls konar legið á baka ákvörðunum. Hvorum megin íþróttafélagsins þú ert og alls konar. Jú. En ef þú vilt fylgjast með þessu, þá er boðið upp á þetta í Keflavíkurbíói, Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn. Já. Heyrðu, ég ætla að ræða eitt við þig áður en við förum í efni þáttarins hjá okkur. Við vorum aðeins að kasta á milli okkar í kynningunni í gær nokkrum orðum mærðarþáttunum Davíð Oddsson. Það var maður sem að pústaði því sem að hefði sannað það að við varum lélugustu fjölmiðlamenn sem hefði bara starfað á Íslands miðum. Nú, já, ok. Þannig að setja nokkur undir sama hatt. Já, þetta við bara afhjúpað það hvað við verum bara ömurlegir. Það er þá í fyrsta skipti sem að ég næ þeirri virðingu að vera líkt við þig. Þannig að ég er mjög stoltur á þessu. Ég er mjög stoltur á þessu. Ég held að þessi sé ekki ánægð með. Hann bara fannst og hann var að tala um að Davíð veri nýláttinn og eitthvað svona. Við mættum ekki gera svona upp stjórnmálaferilinn hans. Ok, það kann að vera hans í nýláttinn, en það var maður í dag. Já. Sem heitir Hallgrímur Helgason sem bætti við það sem var haft eftir honum í þættinum og mér finnst það stórmerkilegt. Hann sem sagt skrifaði status á Facebook þar sem hann ræddi það að þegar Davíð tekur hann á teppið þá var það ekki bara það hann var að djöflast í honum, hann hafði hótað Hallgrími því að pappans vegamálastjóri að hann geti mist vinnuna ef Hallgrímur myndi ekki hæða sér eins og maður. Nema það að Hallgrímur sagði þetta í upptökunum hjá RÚV og vildi eðlilega að þetta kemi fram. En þetta var klippt burt og Hallgrímur sem sagt ég hafði samband við Hallgrím bara til þess að fá það alveg 100% svart á hvítu hvort hann hefði sagt þetta beint og þeir hefði klippt þetta alveg og svo er. Þannig að þetta er svona framhald á þessari heitu umræðu um það hvort það var rétt að bjóða Hallgrími að minningarborði Davíðs Oddssonar eða ekki. Hann sagði þetta náttúrulega á sínum tíma. Mér minnir að Davíð hafi einhvern tímann tjáð sig þetta. Og það var einhvern veginn svona, nei, hvað, ég bara báði að heilsa pappans eða eitthvað svona, þess að það hefði verið alls ekki að vera með þessar hótanir. Hallgrímur hefur bara parnætt og lesið þetta í það og svo stemming sem hann var með. Já. En þetta er kostulegt frásögn að þessu fundið þeirra í Hvítahúsinu. Já, algjörlega. En er þetta ekki að fjara út? Er þeir ekki að jafna sig sjálfstæðismennirnir að Hallgrímur skyldi hafa verið í þessu þætti? Það er ennþá helviti mikið hliti. Ég þá kom mér í að horfa á hann. Ég veit ekki hvort ég láti vera að því. Ég mæli ekkert sérstaklega með. Nei, sumt er bara þannig. Þetta er ekki skemmtilegt. Nei, ég veit. Herðu, en við erum með þátt, ekki? Já, við erum með þátt. Ég er að hugsa um að nýta... ég er að hugsa um að vera með rúsínuna í pilsuendanum ég rak augun í það að hann Stefán S. Stefánsson tónlistarmaður og höfundur Smellsins Disco Frisco hann segjum ekki að hann hafi verið brjálaður en hann var mjög ósáttur við það að hann er búin að vera með verkefni upp í Árbænum þar sem að 400 nemendur hafa fengið fría leiðsögn á hljóðfæri tengt grunnskólastarfi og nú hefur stuðningur verið verkefni verið blásin af, þetta eru einhverja 2-3-4 milljónir max á ári og hann segir að þetta varið í rosalega stóran hóp sem að hefði annars ekkert aðgengi að tónlist og er mjög ósáttur og hann ætlar að enda þáttinn með mér með því að ræða
öfug þróun í listum og menningu og hann ekki ánægður með Reykjavíkurborg, hann að vonast til þess að nýr meirihluti í Reykjavíkurborg muni sýna tónlistinni meiri virðingu og vegsauka heldur en hefur verið. Ég held að sé mætti styrkja listnám í grunnskólum stórlega, sammála því. Og ég skil ekki eiginlega af hverju að því að við vitum ekki svona hvert samfélagi að þróast og hvers konar þekkingu við eigum að hafa þegar við komum út í lífið. Listnám náttúrulega langbesta námið ef þú veist ekki hvort þú ætti að læra algebru eða ensku þá ættu bara að læra því að listnám kennir þér alls konar leikni og inn í listnámi líka gríðalegu félagsþroski í því að vera í hljómsveit eða í kór eða í leikþætti eða öðru slíku og þú ert að læra bara að tjá þig og þú ert að læra svona persónulega leikni. Ég skil ekki af hverju það hefur svona dregið úr. Ég held að ég hafi verið í meira listnámi þegar ég var í skóla heldur en dóttir mín sem núna reyndar að klára framhaldsskóla. Já, hugsaður. Ég spurðist fyrir þetta í Austurbæðaskóla þegar hann var þar. Já. Og það sagði við bara finnum enga kennara í leiklist. Maður hefur heyrt þetta. En ég verið að leita nógu vel, spyr ég bara. Okkur datt ég að segja að ég vil ekki bara finna kennara fyrir ykkur. Einmitt. Af því að ég held að þetta sé ekki svona erfitt. En talandi þetta, þá segir Stefán í kvöld í þættinum sögu að því að þegar konan hans varð ófrísk og eignaðist barn, hann var í Berkeley í Bandaríkjunum, að þá farið inn á einhverja engaklíník og það eru 3 læknar og allir voru þeir með framhaldsgráðu í fiðlu, píanó og því og hann sagði þessa sögu til marks hvað það að ná færni á hljóðfæri opnar margar aðrar brautir og þess vegna hvað mikilvægt að halda þessu en þannig erum við reyndir að tala bara þá sem að fara langt það er náttúrulega miklu persónulega þá finnst mér miklu meira skipta miklu meira máli að bara massin fái bara eitthvað út úr músík Ég held að það var líka sorglegt að ég held að þróunin sé svo í tónlistarskólunum á höfuðborgarsvæðinu að það sé að þetta greina svona séu tiltekna stéttir sem hafa verið út undan, ekki með. Ég leyfði mér að ræða það eins og stéttamismunum í tónlistarskólum sem ég orðið vitnað. Einmitt, forrétt. Heyrðu, svo ætlaði hann bróðurinn Sigurjón Magnús, hann nú að fjalla með íþróttaþátt og hann fjalla eitthvað að þú sagði nei anskotin þegar þú heyrðir hvað hann ætlaði að gera. Já, hann fjalla golf. Ég hitti oft bræður mín að vera 4 og þeir eru allir í golfi. Já. Þeir eru detta í því að tala golf að leikinum svolítið að því að finna þetta svo ómerkilegt tal. Hvort einhver hafi verið í einhverjum bunker á einhverjum velli, í einhverju veðri á einhverjum stað. Akkur prófar þetta ekki sjálfur? Frábær göngutúr. Ég ætla að reyna að lifa auðvura lífi heldur en þetta. Það var eins og hitti ég mann sem vildi ekki fara í golf. Hann sagði að við svo margir jafnaldrar mínir sem halda að maður að lifa lífinu og rísa svo upp á íðagrænu golfvöllu til framhaldslífs. Og það var að segja að maður geti kannski gert eitthvað svona sem var meiri andlega áskorun heldur en að setja þú veist það er mjög skemmtilegt að vera heyrt Robin Williams lýsa golfi. Það sem verður að tala við þegar það var fundið upp að við ætlum að taka kúlu ofan í hólu og við ætlum að hafa hóluna langt í burtu og svo ætlum að kastinni, nei, við ætlum að hafa prík, við þurfum að slá henni alla leið til að koma inn ofan í þessu hólu og það er með best, við ætlum að gera þetta 18 sinnum það er þú veist bara hvernig var þetta til þetta er svo léleg hugmynd það er mjög fyndið. En það er hún Hulda Bjarnadóttir, forseti golfsambandsins sem að ræðir við bróðurinn uppgang í golfíþróttinni og það er víst engar ríkjur. Og ekki bara gamli kallar eins og ég heldur, bara kornum tólk. Rosalegt Það bara fer í grunnskólanum, dettur það í golfið. Nákvæmlega. Svo kemur Ásdís Olsen til okkar og hún ræðir við Lukku Pálsdóttur sem vil auka heilsulæsi og fjölga heilbrigðum æviárum. Og þær eru eitthvað að ræða skils mér af hverju heilsubyltingin mætir þöggun og andstöðu í kerfinu þannig að það verður fróðlegt. Hvað er heilsubylting? Það er ég er ekki alveg viss. Nei, ég er ekki alveg viss.
En en sko svo fæ ég til Það því að við erum eiginlega líka öfurlegir, sko. Það aldrei meiri kyrrseta. Nei. Aldrei meiri offita sem svolítið erfitt að tala um. Já, ekki tala um hana við mig sem að reyna að hætta reykja. En okay. En svo það Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, sem ætlar að ræða við mig málið sem var svolítið í fréttum í gær að forsvarsmenn geðhjálpar geta ekki opnað skjólshús í Breiðholti á jafningjagrunni vegna andstöðu íbúa. Það sorgleg frétt. Mjög sorglegt. Ég bý eiginlega alltaf ekki 2 hús yfir í Vín sem svona atkvarf fólk sem geðraskanir á Hverfisgötunni. Já, og ég sá það var einhver á Facebook í gær ég labbaði þarna framhjá og stundum fólk svona úti. Og að því að ég að reyna að búa svona í þorpinu niður í bæ og það svona heilsamaður fólki og það svo glatt alltaf og svo þekki ég suma sko ég skil þetta ekki okkur fólk vill ekki hafa þetta nálægt sér ég bara næði ekki og gistiskilið ekki rétt hjá mér ég labbaði oft framjá ég heyrði einmitt einhver einu sinni hrópaði ykkur að mér eitthvað En þú veist, það ekki eins og ég sé með, það var verið hrópað á mig út á götu, sko. En ég sá að einhver sem ætlaði ekki að láta þið trufla þá skoðun hans að geðsjúkir hlyti að vera hættulegir og enginn vildi búa nálægt þeim, að hann var að yfirheyra þeim það hvort það væri einhver börn þarna. Og þetta svona alveg dæmigert sko. Svo maður vildi að maður væri að setja börni sín í hættu með því að búa nálægt svona atkvæði fyrir fólk með geðraskanir. Þetta bara ekki rétt. Þetta engar stoð, engar rannsóknir sem undir þessu. Þetta algjör þvæla. Samt þetta látið stjórna því hvar það eitthvað að samfélaginu okkur, það rísi ekki þá upp. Aðrir nágrannar segja hvaða rugl þetta? Verið velkomin hingað. Það kemur fram í viðtalinu við Sigrún og það miklu líklegra að geðsjúkir verði fyrir ofbeldi en að þeir beiti aðra ofbeldi. Það því að ofbeldi tengi sko valdahlutföllum og ef þú ert veikur þá ertu yfirleitt undirsettur og það miklu líklegra að þú verði fyrir. Og svo líka þetta þessi ótti við fólk sem með geðraskanir. Já. Þú veist, ímyndum okkur að við verum í strætó og allt kemur maður sem í svona maníu í strætó og með svona oflæti og eitthvað svona. Hvert vandamálið? Akkur þarft þú að fara í einhverja kleinu yfir því? Bara, þú veist, það ekkert óttast. Verður bara glaður. Já. Og talaði við eitthvað sem svona, aðeins öðruvísi en annað fólk, verður bara glaður yfir því. Hvað vill það alltaf vera að hitta bara sjálfa þig allstað? Það rugl þetta. Nei. Þannig ég held að sé eitthvað svona bara skekkja í, hvernig gengur þeim í samhjálp við að fá að gefa fólki að borða í og grensasvegi? Mjög illa. Þetta þú veist, matstofunni samhjálp, þetta því svona fallegasta sem í bænum. Þetta búið að vera áratugum saman og þú veist, forsetinn fer þarna og þú veist, ráðherra fara þarna og fólk fer og vinnur þarna til þess að gera það gott að vita allir. Þetta eitt af því sko fallegasta sem við höfum inn í bænum, að gefa svöngum manni sem á ekki fyrir mat að borða. Af hverju vill fólk ekki hafa þetta í hverjum sinu? Ég myndi frekar að mótmæla einhverju sko búð eða eitthvað sko. Ég veit ekki. Ég að tala um þetta. Mér svolítið skrítið að fólk rísi ekki upp á móti þessu. Við berum sameiginlega ábyrgð á því hvernig svona mórall í Reykjavíkurborg. Og ef þetta mórallinn að fólki sem fullt af fordómum og heift og eitthvað fleira ráðið allri umræðu og ráðið í, þú veist, hvernig Reykjavíkurborg byggð upp, það bara ekki gott. Við vonum að slá eitthvað á þessa fordóma ef fólk kynni sér spjallið við Sigrún Ólafsdóttur, prófessor. En þú ætlar að opna dagskrána í kvöld. Hvað ætlar að bjóða upp á? Mér svolítið gaman að tala um skólamál, því að ég alltaf að reyna að skilja umræðinu skólamál sem mjög heftuð stundum. Það kom út skýrsla sem að samtök sveitarfélag höfuðborgarsvæðinu óskuð eftir, eða pöntuðu, starfsaðstöðu kennara og það því að kennara tala mikið álag og það kom út skýrsla sem heitir starfsumhverfum í grunnskólum, álag, ástæður og úrbætur og það eftir Ingvar Sigurgeirsson og Lilju M. Jónsdóttur sem eru hjón og Ingvar kendi mér þegar ég var í 11 ára bekk
og það held ég að komi örugglega til tals í samtalinu. Já. En við erum að tala breytingar á og það margt merkilegt í þeirra rannsókn. Það bæði að það mismunur eftir skólum mjög mikill. Þannig að sumstaðar kannski skóla sem eru að glíma við sömu málin, þar sem að álagið ekki álag, heldur bara verkefni og kappsemi í því að finna lausnir. Á meðan á öðrum stað eru bara íþyngjandi álag á sömu ástæðum. En svo eru samfélagsbreytingar sem eru að verða. Það eru foreldrar eru með ákafari kröfur á skólana og ásakanir jafnvel. Og það mjög erfitt að vera umsjónarkennari sem er með mestu samskipti við foreldra. Og sumir mæta með lögfræðinginn af því að drengurinn minn fekk bara 6,5 og ég veit alveg að hann ætti að vera með svona 9,2. Já, þetta eru ekki legasögur, þetta eru staðreyndir. Þetta er raunverulegt. Þetta er svakalegt. Þetta er náttúrulega ekki það algengasta, en þetta er svona lýsandi yfir hvaða kröfur kennari þarf að hlusta á frá foreldrunum, og engin kennari held ég sé að kvarta yfir samskipti við foreldra. Allir kennarar viti það að því betri sem samskipti milli skóla og foreldrar eru, því betur verður námið og bara betra fyrir alla. Þannig þetta er ekki þannig að láta við okkur í friði. Við viljum ekki heyra því neitt frá. En svo við líka náttúrulega breytingar í samfélaginu. Fleiri sem að ekki með íslensku sem móðurmál og að læra í skólanum á íslensku, en það ekki töluð íslenska heima, og það eru áskoranir, og það eru áskoranir fyrir kennarann, og svo bara ýmislegt. Við finnst gaman að tala skólamál, af því að í sömuleyti erum við líka bara að tala samfélagsmál. Og svo ég alltaf að reyna að skilja af hverju þessi heift í umræðinu skólamál. Er þetta menningarstríð eða hvað það sem að veldur því að þetta er bara stál í stál? Annarkvort gefur krökkunum einkunnir í tölustöðum, eða þú ert bara fyrir niðurbrotir samfélagsins. Þú kannast við þetta, það er svona furðuleg stemming. Já, mjög. En að vísu þá líka bara, það þarf að ræða þetta út af skertum fjárframlögum, og ég las í Mogganum í morgun að til framhaldsskóla eiga núna að fara 7% minni fjárveitingar en hafa farið. Það er 8.000 kall á hvern nemenda í námsgögn í grunnskólanum á Íslandi, 32.000 í Finnlandi. Og svo er fólk að hugsa, á hverju þessi munur á nemendum í Finnlandi og Íslandi? Þetta er bara... Heyrðu, við komumst ekki lengra í bili. Það er orðið tímabært, kæru hlustendur, að starta rauðaborðinu, en áður en við gerum það, þá ætlar okkar besti maður hér að segja nokkur orð. Gunnar. Já, ég ætlaði bara að fara með skemmri skýrnin á þetta að samstöðin er tilraunaverkefni, og þannig að bara vonandi tekst okkur að byggja hér upp góðan umræðu vettvang, og sömuleyti hefur okkur tekist það í framtíðinni. En það er þetta er búið að vera bratta brekka, endalaust eins og sagt er, og alls ekki fyrir séð að okkur takist það. Ef að þú telur að samstöðin hafi gildi í íslensku samfélagi, gildi fyrir lýðræðið, og ert kannski fyrir löngu búin að ákveða að taka þátt í því að styðja samstöðin og haldinni gangandi, þá hveti ég til að gera það bara sem allra fyrst. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750, sem er mér sagt að sé lægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira vilt, og því sem að kjósi getur látið áskriftinni renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við skulum hafa hér auglýsingar, og svo skulum við ræða skólamál. Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það er beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram, og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.